Konum með Tóta Friðriksson í spjall eftir leikinn gegn Tékkum. Hvað svo Tóti, hvað getur sagt okkur um leikinn? Þetta var erfiður leikur. Við vorum ekki vandaðir 3 byrjunarliðsmenn og Tékkarnir sennilega sterkasta eða næst sterkasta liðið í þessum riðli. Þannig að við vissum það að þetta yrði erfitt verkefni fyrirfram. Þannig að já, við hittum á lélegan sóknarleik hjá okkur, hittum gífurlega illa, sérstaklega í fyrri hálfleik. Og já, vörnin var töluvert betri á móti Bosníu en ég segi, við getum á móti liðið svo Tékkum, þá getum við ekki verið að eiga lélegan sóknarleik sko. Það er bara ekki sens. Við dötum aðeins í gangi í seinni hálfleik og töpum seinni hálfleik með 8 stigum. En við þurfum að spila þannig í 40 mínútur til þess að eiga sens sko. Nú eru leikmenn 3 úr byrjunarliðinu, hver er staðan á þeim? Benni er bara að taka í rólega og hann er bara svona day to day basis, þannig að það er bara metið á hverjum degi svona, hver staðan hann er og við erum að vonast þess að hann kom inn á þriðjudaginn ef allt fer vel. Og saman má segja með Huga, hann verður vonandi orðinn leikklár á þriðjudaginn. Og með Styrmi er ég ekki alveg klár. Ég er ekki alveg klár hvernig hann er, en ég segi, kannski er hann morgun. Það eru allir svipaðir svona, þetta er bara, við hlustum bara á Stefán sjúkraþjálfara, hvað hann segir. Nú bara Ísrael á morgun, hvernig séu þann leik vera? Þetta verður annað erfitt verkefni sko, þeir eru ekki mikið slakari en Tékkarnir sko. En ég hef á tilfinninguna að við höfum eftir að hitta aðeins betri sóknarleik og vörnin er að vera mun þéttari hjá okkur, þannig að þetta er alltaf að þokast í rétta átt.